Já, þakka þér fyrir Gylfi. En næstur það Kristinn Tómasson, en hann læknir með sérfræðimenntun í geðlækningum og lýðheilsu. Hann yfirlæknir Vinnueftirlitsins og helsti sérfræðingur hér á landi á sviði vinnuverndar og höfundur og meðhöfundar yfir 80 fræðigreinum í ritríkum tímaritum. Kristinn nefnir erindi sitt, aukin samfélagsleg vitund á vinnuvernd sem mannréttindi nauðsyn. Gjörðu svo vel, Kristinn. Góðan daginn, ég þakka kærlega fyrir þá að tala þetta svona hugðarefni mitt hérna í dag og ég vil þakka ASÍ sérstaklega fyrir að flagga þessu og taka þetta upp sem á þessum dögum og það afar mikilvægt að taka þetta upp núna þegar samfélagi stendur frammi fyrir raðkosningum enn og aftur erum við að kjósa þannig að maður svona varla kemst á milli kjörstaða við að kasta atkvæðum sínum þannig að mér finnst það náttúrulega óskaplega spennandi og jákvætt og þá náttúrulega mikilvægt við fjöllum mannréttindi og þetta kannski grundvallar mannréttindi. Forstjóri minn, Eyjólfur Sæmundsson og okkar hjá Vinnueftirlitinu, hann stendur í leyfi, þannig að hann biður kærlega fyrir kveðjur á fundinn og saknaði þess að geta ekki verið hérna. En ég þakka fyrir að fá að tala hér mannréttindi. Mannréttindi eru grundvallaratriði í lífinu. Það enginn sem á móti mannréttindum. Það jafnvel til ræði eftir vin okkar Kim Il-jung eða hvað hann heitir í Norður-Kóreu sem fjallar mannréttindi. Þannig það allir sem tala mannréttindi af einhverju virðingu. Og það enginn sem mælir allan og þorir að segja það opinberlega þeir séu á móti mannréttindum. En við þurfum hins vegar að bera virðingu fyrir því hvað eru mannréttindi og ef við gerum það ekki þá komumst við ekkert áfram í samfélaginu. Þetta eiginlega, ég hef búin að bögglast með eftir að Halldór nefndi þetta við mig hvort ég ætti að spjalla þetta málefni og hugðarefni mitt, þá var ég hafðist með tungu höfuð hvað ég ætti að gera. Og ég var í miklum vandræðum og búin að vera að bögglast með hvernig ég á veröldan halda erindi og það sérstaklega vont að halda erindi aðal hugðarefni sitt því að þá öllum við uppgötan það er svo margt sem maður ætlar að segja það kemst ekki af. En auðvitað það fjölmiðlavaktin sem bjargaði mér. Komum heil heim úr vinnunni, málþingu vinnuvernd, fréttaskor, mjög lítið vægi. Þetta eiginlega lausnin. Þetta segir mér allt sem segja þarf hver staða málsins hér á landi. Jú, komum heil heim úr vinnunni, mjög lítið vægi. Það bara nett á niðurstaðan. Ef við erum ekki í verulegri samfélagslegri krísu að þegar að fréttaskorið á því að koma heim úr vinnunni og það sé málþingu vinnunda, það fái lítið, hafi mjög lítið vægi hjá fréttamönnum. Þá held ég að við sem erum í þessum, hvað heitir, ég mæli árangur af starfi mínu síðastliðin 17 ár, hann mælist greinilega ekki. Það bara staðreynd, þetta bara mjög lítið vægi. Ég búin að hamast í þessu 17 ár og búin að hafa áhuga á þessu í 35 ár og ég spyr mig, ég hef greinilega ekki gert neitt. Ég hef sérlega ekki mætt í vinnuna í áratugi, það bara mín niðurstaða. Það líka, og þá kannski þetta hjálpar mann til að undirstrika hvað í veröldinni markmið með vinnu okkar. Jú, það velmegun. Það mætir ekki nokkur maður í vinnuna nema það grundvallar markmið að efla heilsu sína, vellíðan og líðan. Fjárhagslega, félagslega, heilsufarslega og hvernig sem Þetta velmegun fyrir okkur sem einstaklingin, fyrir fjölskylduna, fyrir fyrirtæki, fyrir samfélagi. Þetta vellíðan fyrir þessa sömu aðila, einstakling, fjölskyldu, fyrirtæki og samfélag. Ef við erum ekki með þetta sem markmið í vinnu, hvaða önnur markmið getum við haft? Það engin markmið fyrir utan þessar sjálfsmorðsveitir hjá Al-Qaida sem hefur verið sem betur fyrir fremur rólegur undanfarið að skaða sig í vinnunni. Við erum öll að hugsa að bæta heilsu okkar með því að stunda vinnu. Þetta leið okkar til að tryggja okkar heilsu. Við sjáum það líka að hættulegasta þáttur
í vinnuumhverfi fyrir heilsu á svona vestrænu lönd í vestrænu samfélögum atvinnuleysi. Það eitthvað það hættulegasta sem kemur fyrir heilsu fólks, að hafa ekkert að gera. Það stór hættulegt. Hvort sem það hættan sem fylgir því að vera langvarandi á örorku, það hættulegt að hafa ekki verkefni, hvort sem það örorkulífeyrisþegi, það spillir heilsu þeirra sem örorku, það spillir þeirra sem atvinnulausir vegna þess að það ekki atvinna í boði. Þetta það hættulegasta af skilgreindu vinnuverndar-þáttum. Þá það hættulegasta að hafa ekkert að gera. Og þess vegna vinna sem veldur tjóni, það ekki vinna, það bara eitthvað allt annað. Ef ég verð fyrir tjóni í vinnunni, hvernig ætla ég að borga reikninga mína? Þetta eru dauðaslys við vinnu, meðalfjöldi á ári síðustu 5 ár. Og því miður þá erum við ekki í góðum málum síðustu 2 ár. Það eru 7 banaslys, 7 einstaklingar sem fóru til að vinna á morgni, kom ekki heim að kveldi. Þetta óþolandi. Ég reyndar, þegar ég horfði á þessa tölu og var að hugsa daginn í dag, þá átti ég absúrt stöðu fyrir 4 árum síðan eða 5 árum í Helsingi, þar sem ég satt með kollega mínu frá Suður-Afríku, þar sem þeir höfðu haldið fagnaði sérstaklega með kaffisamsæti í Suður-Afríku þegar þeir náðu fjölda banaslysa niður fyrir 50 og hverja 100.000 starfandi í gullnámunum. Þannig að maður þarf að spyrja sig, þetta allt afstætt en það alls staðar óþolandi að koma ekki heill heim á vinnunni. Þetta eru tölurnar og við sjáum að þessar tölur eru hoppandi og skoppandi. Það algjörlega óþolandi að sjá þær vera þarna uppi. Hérna sjáum við það að öll á Íslandi síðustu 2 ár hafa aldrei verið fleiri vinnuslys á Íslandi. Þetta þrátt fyrir alveg ótrúlega framfarir í vinnu og vinnuumhverfi, vinnuvernd, þróun og skipulagningu vinnu, aldrei fleiri mannauðsstjórar, aldrei fleira fólk sem hefur sérþekking og kunnáttu á því hvernig á að beita sér til þess að koma heill heim á vinnunni. Þá þetta niðurstaðan að það aldrei fleiri vinnuslys. Það má vísu færa rök fyrir það að vinnumarkaðurinn svo stærsti, en það aldrei meiri kunnátta í því að halda niður vinnuslysunum. Síðan þessi fjöldi, síðan tökum við hugtæki beinbrotum við vinnu, það þessu 400 slys. Beinbrotum við vinnu höfum við hjá Vinnueftirlitinu notað sem mælikvarða á alvarleika. Þetta fólk sem verulega skaddað. Þetta fólk sem ekki mætir vinnudaginn eftir. Og þetta fólk sem í þeim flokki að það viðbúið að það verði fyrir einhverju varanlegu heilsutjóni vegna vinnuslysins. Og það alveg ömurlegt að lenda í því að verða fyrir varanlegu heilsutjóni. Og því miður þá sjáum við ekki neina línu niður þarna. Þetta ekki línur sem benda til þess að við séum ná einhverjum stórbrotnum árangri. Það sem líka áhugavert að þið sjáið dalalægðina sem kom þannig í kringum hrun. Þessi dalalægð þannig í kringum hrunið, hún sést voðalega lítið varðandi vinnuslysin, varðandi beinbrotin. Hún sést í allum tilkynntum slysum en ekki í beinbrotunum. Og það sem á að minna sig á það þarna að þegar að verðar kreppa og samdráttur sem alltaf kemur ykkur tíman aftur því miður, að þá verður venjulegt launafólk, venjulegt fólk smeygt að láta vita atburðina. Og ef við vitum ekki atburðina, þá hafa það ekki gerst. Þannig að þá verða þeir týndir. Og við verðum að hafa upplýsingar, ef við vitum ekkert hlutin, þá hann ekki til. Og sama getum að hort á þessi beinbrot, þeim fækkar sáralítið þarna á hrunárunum svokölluðu. Skilaboðin þar venjulegt launafólk, venjulegt fólk í landinu smeygt að láta flagga og vita. Og við verðum að passa okkur á þessu að við sem samfélag, við sem erum að berjast í þessum málum, að fólks á Íslandi sé ófeimið við að láta vita af því að það lendi í vinnuslys. Hvort sem það eru hælisleitendur sem hafa fengið starf eða rótgrónir Íslendingar sem eru með allt bakland sem til allir einstaklingar sem í vinnu á Íslandi hverju nafnu sem þeir nefnast, þeir verða að vita að hér má maður láta vita vinnuslys og verkefni. Það verður að komast og þetta áminning það.
Tilkynningur atvinnusjúkdóma. Ég nú alltaf bent á það að þessa tilkynningafjöldi, hann undirstrikar hversu rólegan dag ekki á hjá Vinnueftirlitinu. Þetta afar fáa tilkynningu hverju ári og ég sem yfirlæknir atvinnusjúkdóma hjá Vinnueftirlitinu sem á að fylgjast með þessum tilkynningum, að ég þarf ekki að opna mörg umslög á degi hverjum til þess að halda mér í formi við þetta. Þetta algjörlega óþolandi staða að ég skuli vera svona vannýttur finnst mér. Þetta astmi, ofnæmi og ofurnæmi, þetta allt, má þakka allt einum lækni, Daði Gíslasyni, lúnalækni og ofnæmislækni. Þetta nánast bara hann sem að skrifa mér bréf. Og þetta er ótrúlegt að lungaða tilkynningunum skulu stafa af langvinnum kunningskap og vinskap við einn góðan lækni. Og ég hlýt að þekkja fá á kollega mína. Það sé niðurstaðan. En það sem samt mikilvægt ef maður fer yfir þessa lista, að það eru sýkingar, það astmi, það geðsjúkdómar, það eru húðsjúkdómar, ofnæmisjúkdómar, það stoðkerfi. Þetta í öllum helstu sjúkdómaflokkum. Menn þá atvinnutengda sjúkdóma hvar sem það kemur. Og svo rakin á myglan. Myglan nú alveg sérstakur kafli og það hefur nú leitt til allnokkra tilkynninga. Og bara til þess að minna á það hvað slíka tilkynningar sem koma til Vinnueftirlitsins, að það eru frá því að við fórum að skrá þetta, þá eru komnar úr opinberri þjónustu 59 tilkynningar þar sem byggingar, mannvirki, þar sem við erum að vasast í byggingum sem eru skemmdar vegna rakaskemmda með tilheyrandi tjóni fyrir heilsu starfsmanna. Það opinber þjónustan. Grunnskólar síðan alveg sérstakur kafli, ég held að við bara tímum ekki að borga peninga í menntamál og hvað þá í viðhald bygginga í menntamálum. Svo opinber stjórnsýsla, það næsti, og síðan eru önnur starfsemi sem eru svona ýmis almenn prívatfyrirtæki sem flokkast þar undir. Einhelgt áreiti, Gylfi nefndi það. Þetta alvarlegasta form þess sem félagslegt vinnuumhverfi verður algjörlega óbáðlegt. Félagslegt vinnuumhverfi okkur nauðsyn. Það afar erfitt að vinna einn alla dag og hafa ekki áreiti af neinum. Það jafn erfitt eins og það að hafa áreiti frá erfiðum einstaklingum. Við erum með ótrúlegan fjölda tilkynninga. Hann ótrúlegur sjálfum sér vegna þess að þegar fólk fer að kvarta við Vinnueftirlitið, þá þetta alveg hræðileg mál. Þetta allt mál, þannig að ég hef lesið hvert einasta mál þessara og get fullyrt það alveg fyrir fram að hvert sem að þetta allt mál sem enginn myndi vilja lenda í, og þetta allt mál sem til þess fallin að valda ótrúlegri streitu og vanlíðan hjá hverjum sem í myndi lenda, og maður skilur bara ekki þessa vinnustaði þar sem slík atrið eru. Og það af þessum 177 kvartanir sem einelti, það voru 2 kvartanir kynferðislega áreitni, því miður eru þau mál miklu mun fleiri, en kvartanir það hár þröskuldur að kvarta þannig. Og það sem mikilvægt, þessar kvartanir koma frá öllum. Þetta koma frá yfirmönnum, undirmönnum, fólki í svokölluðu dýrustu störfum, fólki í lægstlaunustu störfunum, einkageiranum, opinbera. Þetta alhliða vandamál. Við verðum að bera virðingu fyrir því að vera sæmilega kurteis hvort við annað, og maður þarf náttúrulega að taka sig á sjálfur í því náttúrulega. Maður horfir á fjölda daga þar sem maður móðgar ekki neitt, það ekki margir. Atvinnusjúkdómar, ég þakka að Gylfa sérstaklega fyrir það að nefna atvinnusjúkdómar. Atvinnusjúkdómar eiginlega alveg bara furðulegt. Við vorum með reglugerð einhvers frá 1930, 1939 þar sem var talað blýeitranir og steinlungu og annað slíkt. Síðan voru einhverju bírókratar sem ákveða að láta þá reglugerð fá hægt andlát á 10. áratugnum. Þessi reglugerð var afar skemmtilegt vegna þess að þarna voru nokkri kvillar tilteknir sem tryggingabótaskyldir. Síðan hefur þetta horfið. Nú það þannig að ef maður ætlar að verða fyrir slys í vinnunni, að þá gef ég öllum þeir leiðbeiningar að þeir verða að vera snöggir að því, vegna þess að vinnuslysabætur sjúkratryggingar eru örlítið hærri sem nemur ykkur túköllum heldur en almenna slysabætur.
almenna sjúkradagpenningar. Þannig að ef maður verður fyrir slysi að þá eru einu leiðbeiningar sem maður getur gefið fólki að vertu snöggur að því. Vegna þess að ef þú ert lengi, ef þú fær bara sjúkdóm, þá færðu hlutfallslega lægri bætur heldur en ef þú lendir í slysinu. Þetta er náttúrulega algjörlega óþolandi að slys og sjúkdómur sem eru orsakar af vinnunni skulu leiða til mismunandi bóta úr almannatryggingakerfinu. Ef þetta er nákvæmlega sömu heilstjón, ég get slasað mig verið slasaður í bakinu eftir vinnuslys, þá fá ég aðeins hærri bætur, en ef ég er svo vitlaus að þetta er áverki sem hefur skapast vegna óbærilegs vinnuumhverfis, ég er svo óheppinn að vinna á lager í miklum þrengslum og þar lendi verið bakið á mér alveg ónýtt eftir einhver tíma. Ég er kannski með nákvæmlega sömu einkenni eins og eftir slysið, en að bæta sjúkratrygginga skulle vera örlítið hærri fyrir hvað heitir vinnuslysið heldur en fyrir sjúkdóminn. Mér finnst það alveg fáránlegt. Við höfum mistað í lestinni. Hér er bara einn sjúkdómur. Fleiðruþekjuæxli. Þetta er af völdum asbest. Asbest er til á Íslandi í verulegum magni. Og þetta eru fjöldi tilfella sem hægt að fá út úr krabbameinsskráni og við erum í nánum samskiptum við. Þetta er efni sem ég held að við fengum eina frétt í kringum þetta birtist á síðastliðna ári íslensku fjölmiðli með fréttaskori lítið vægi á nefa. Þetta hins vegar fékk 10 frétta í alþjóðlegum fjölmiðlum þegar við sögðum frá þessu. Þetta voru amerískir fréttamiðlar, ástralskir fréttamiðlar, breskir fréttamiðlar sem tóku þetta upp. En Ísland sá ekki ástæðu til að flagga þessu að við værum ennþá með á 10 ára tímabilinu frá 2005 til 2014 27 sem fengju þetta banvæna æxli þar sem meðallifitíminn er rétt ár. Þetta eru vinnutengdir sjúkdómar. Fleiðruþekjuæxli er öllu jöfnu vinnutengt nema annað sannast. Þetta er bara þessi tegund sjúkdóms. Við vitum ekkert hina kvillana. Hér er síðan kannski bara svo, það er alltaf svo staðrið, maður átt að Þorsteinn Blöndal lúnalæknir sagði alltaf við mig, Kristinn, vertu í einhverju sem gerist oft, maður á að vera í einhverju sem gerist oft, þá er maður með nóg tilfelli. Þetta er mjög mikilvægt frá sjónarmiði læknir sem að reka prívat praxis, maður að vera í sinna málefnum sem gerast oft, þá er nóg að gera sko. Og það sem er hræðilegt í því að hverjir lenda í vinnuslysum? Jú, það er ófaglært fólk, fólki sem stendur höllustum fæti í samfélagi, fólki sem þiggur lægstu launin, vinnur oftast erfiðustu vinnuna við hættulegustu kringumstæðurnar, það er ófaglærðir. Og þetta eru, ég tek mig frá fyrsta 2000 vegna sem ég hóf vinnu hjá Vinnufélaginu þá og þannig að ég virðist nú ekki hafa náð sérstökum baráttusigurum þarna því miður. En maður þarf að spyrja sig, hvað gerum við fyrir ófaglæra? Og ég held að það sé kannski stóra spurning. Þetta er stóra hópurinn, auðvitað eru þeir flestir kannski á vinnumarkaðinum, en við þurfum að hjálpa þessu fólki mest. Það er þessi sem þurfa ríkustu aðstöðuna, þetta er fólki sem á minnstu aurana, þetta er minnstu tækifæri til að fara í önnur störf. Þetta eru aðalega sem við verðum að berjast fyrir. Vinnuslys, þetta er þjóðerni og þetta er kyni líka og svo framvegis. Ég hef verið svona aðeins undrandi yfir því mér fundist vinnuslys útlendinga vera grunsamlega fá tilkynnt til vinnueftirlitsins. Ég hef haft áhyggjur af því vegna þess að útlendingar standa mjög höllum fæti hér á landi, þeir skilja ekki mælt mál. Margir hverjir fyrstu mánuðin eftir að koma til okkar. Þeir eru iðjusamir og duglegir eins og flest annað fólk í veröldinni. En tilkynningum þeirra, þeir eru bara í nákvæmlega takt við fjölda þeirra á vinnumarkaði og það finnst mér mjög grunnsamt líka vegna þess að þetta eru yfirleitt einstaklingarnir sem eru í erfiðustu störfunum, verstu störfunum, með tillit til vinnuumhverfis, með tillit þeirra athugasemda sem koma frá okkur. Þetta eru þeirra menn sem eru á þeim stöðum þar sem flestar athugasemdurnar okkar, en það kom ekki inn þeir koma heldur auknum mælibóri sem að annan, en það er ekki það umfang og ég held að við þurfum virkilega að passa upp að þennan hóp betur og vera meira vakandi fyrir því að það er hætt á því að þessi hópur sé hulinn. Ég haf alltaf fundist það mjög skrítið með fjölda
tryggingarmála vegna vinnuslysa á Kárahnjúkum. Ég tók mig til og skoða það fyrir nokkrum málum, hringdi í lögfræðinga, matslækna og spurði hvað ertu búin að meta marga útlendinga sem lendi í vinnuslysum á Kárahnjúkum? Jú, þannig hefur metið allnokkra Íslendinga, sárafá útlendinga. En það voru 95% af starfsmönnum þarna sem voru lendi í vinnuslysum voru útlendingar. Og ég hef alltaf velti og marg þeirra slysa voru grafa alvarleg. Þarna höfum við flutt harmleikin út, það segja, fólk með varanlega skerta heilsu, það er farið erlendis. Ég óttast að við sem samfélag höfum sendt þetta fólk bótalaust á framandi slóður. Ég hef haft hana óttað lengi og ég hef sagt það því miður áður og ég segi þetta enn og mér finnst þetta vera svona þátttaka okkar í mannréttindum. Ég hef alltaf horft á Kárahnjúka harmleikin sem eitt mesta mannréttindabrot á Íslandi. Þarna voru slys, fleiri þúsund slys og eina sem rifist voru nokkra heiðagæsir. Ég ætla ekki að gera lítið úr þessum heiðagæsum, en ég hef miklu meira áhyggjur af þessu fólki sem erlendu borgurum sem voru þarna til að bjarga eigin fjár og reyna að stuðla vellíðan og velmegun fyrir sjálfan sig og sína fjölskyldur, yfirleitt erlendis, og við vorum að borga þeim örugglega allt of lág laun og síðan vorum við að valda allt of mörgum heilsutjóni. Þetta gríðarlegt ábyrgðarleysi. Og mikill og síðan er búin að vera svakalega dómsmál hérna í gangi út af einhverjum mönnum sem hafa svindlað með einhverja framandi tortólareikningu og svo framvegis. Ég hef svo sem ákveðna skilning á því, en ég mun minni skilning á því að það verður enginn haft áhyggjur af þessum harmleik sem í raun harmleikur sem ég myndi kalla harmleikur hrunsins á sinn hátt í okkar efnahagslega samfélagi. Aðeins til að víkja því þegar maður spyr og hvað nú efst á málu hjá mönnum eða þú ert Breti í hættum í veröldinni. Jú, Bretarnir segja vinna í hæð. Ég held að það sé mikilvægt að muna. Við verðum að koma vinnuna niður á jörðina. Það alveg þannig að þeir sem príla þeir detta. Það það sem fer upp í loftið kemur niður. Þannig það bara. Þess vegna hvet ég alltaf konur til að ganga ekki á háum hælum. Það fer illa með ökklana og slysagildra. Það ótrúlega dapurt að vera læknir og sjá konur sem hafa brotnað á ökklum vegna það voru of háum hælum og ekki nógu góðu formi til að ganga á þeim. Og fólk getur hlegið þessu og mér finnst það bara ekki hlægilegt að vera ökklabrotin. Það getur vel verið að öðrum finnist það, en ég hef ekki séð neitt skemmtilegt við það. En við verðum að passa upp á það að bera virðingu fyrir vinna í hæð ef það á að koma allir vinna niður á jörðina og tryggja það menn sé ekki að príla. Síðan atriði sem heitir léleg umgengni. Þetta alveg ótrúlegt. Léleg umgengni sem orsök vinnuslysa, orsök sjúkdóma. Það menn gangi ekki frá efnum, menn gangi ekki frá búnaðum, tækjum, tólum og svo framvegis. Þetta stóra málið. Þetta hlutur sem við öll getum tekið til okkar. Maður horfir skömmustulega í kringu sig, bæði á sínu eigin skrifstofu og sínu eigin heimili og svo framvegis og spyr, það virkilega svona sem ég geng um? Og við verðum að koma standardinum upp í þessu. Að umgengnismál kannski eina af þeim málum þar sem við getum náð raunverulegum sigurum ef við pössum upp á það að gera áhættumatið okkar, láta það fylgja þessum þáttum og keyra það í gegn og hlutin af því að tryggja umgengnina. Bretarnir eru hræddir af rafmagn og rafmagnsleiðslum og ameríski vinir mínir sem sáu mína menntun á sínum tíma þeir sögðu það vera eðlilegt, þessi menn vissu ekki hvernig hvar þetta stinga snúrunni einu sinni til að fá samband, það var ekki nema von. En rafmagn hættulegt og við þekkjum því miður mjög afdrifarík dæmi þess og við verðum að passa okkur á því að við sem rafmagnsþjóð sem viljum nota rafmagni víða að erum með hættum þar. Bretarnir eru með liftara, vinnuvélar. Vinnuvélar eru gríðarlega umfangsmikil tæki, stórar hættur af þeim. Vinnuslys vegna vinnuvéla eru grafalvarleg og síðan það að við erum ekki, síðan það sem Bretarnir kalla lockout, tackout, eða læst og hætt og opna fyrir. Þetta hlutir sem við verðum að koma inn í okkar menningu. Ef það hætt á ferðinu, áður en fer að vinna á því, þá læsir á hana.
þannig að það geti enginn opnað fyrir hættuna fyrir en það búið að vinna þar. Því miður eru allavega 2 af banaslysunum síðustu 7 ára síðustu 7 banaslysum sem eru beinlínis þetta. Þar sem þessi einfalda tækni að læst á hættuna meðan þú ert að vinna í kringum hana og opna það síðan fyrir. Þetta málið. Efnahættur eru hlutur sem við erum í stöðum vandræðum með og svo lokuð rými. Lokuð rými eru ótrúlega vandamál bæði hjá okkur og hjá Bretum. Bretar hafa nú annað lokað rými sem þeir eru að glíma við. Þeir vilja loka á allt umhverfi sem nú svona annað próblem sko. Þeir eru bara til að taka vegna þess að ég svona Ameríkumaður. Ég á húuna in Trump we trust sko og svo framvegis. Þannig að tek frá ritstjóranum á virðulega tímariti og eini vandamáli við að hitta þessa menn að fundi að þeir mótmæla Trump í klukkutíma áður en byrja fundin sko. Þannig að á alheimsvísu og það gildir nefnilega hjá okkur líka, þá segja þeir að eitt af þeim listum sem á topp 10 listanum að tryggja atvinnusjúkdóma heilsuvernd sé í reglulegum föstum tengslum í heilsugæslu. Heilsugæsla á Íslandi, alveg eins og Gylfi segir, við erum á sambandi við læknana. Ég á ekki nema einn kunningi eins og þið vitið í læknastétt eins og ég sagði frá henni að heilsugæslan algjörlega blind á vinnuvernd, því miður, í samfélagslegum skilningi. Og auðvitað þetta hörð orð í garð kollega mína. Og ég held að við verðum hins vegar að vinna í því, og ég þarf að vinna í því líka meira, að tryggja atvinnusjúkdóma heilsuvernd sé daglega upp á borðum þar inni. Síðan annað sem ég held að við erum að taka undir með Ameríkananum. Alheimsvæðing og fjölþjóð og samskipti sem þrýstir á löggjafa og vinnuveitendum til að draga úr vinnuverndarkröfum. Þetta rosalega pressa, menn þetta pressan sem fólgin í því að það verið að senda vinnuverndarvandamálin úr landi. Við sendum þeim til Bangladesh eða einhverja slíkara staða eða annað slík og þetta óþolandi. Nýjar hættur með óþekktum afleiðingum, örefnahættuna eða nanóhættan. Það var mikill koltrefjar eru draumorð. Þegar ég gerðist opinberlega miðaldra fékk ég göngustafagjöf, hann úr koltrefjum. Kosturinn með koltrefjar hann léttur sem hentar auðmikið eins og mér mjög vel og hann nánast óbrjótanlegur. Gallinn að oft þessu koltrefjar þyngdar með málmum og þá gerist þær fara að líkjast asbestnálum. Þær verða nákvæmlega hættulegur frá asbest. Við verðum að vera vakandi fyrir nýjum hættum. En það sem kannski skandallinn í lífinu, við þekkjum háhættunar, en sem ekki stjórnað með fullnægjandi hætti, það sem öll þekking til, við vitum allt þetta, en við gerum bara ekki neitt. Það þannig að það vita allir hvernig á að gera þetta, en það gerir ekki neitt. Kárahnjúkar voru lifandi dæmi það. Ég held að það var engar hættur á Kárahnjúkum sem voru ekki í rauninu í lok dags eitthvað sem minn vissu nákvæmlega hvernig átti að gera. Það var bara ekki samtakamáttur hvorki stjórnvalda, fyrirtækja, aðila til að tækla vandamálið. Nokkuð skortið viljan til að gera það sem þarf. Hækkandi aldur, það var svona og líffræðilegar breytingar. Það bara velkomin á ráðstefnu Vinnueftirlitsins 19. október. Það innilega velkomin. Við viljum ræða þetta frekar. Óöryggi með tekjur og efnahagslegar afleiðingar heilsutjón á vinnustaða. Heilsutjón á vinnustæðin. Þetta Ameríkaninn segir og forstjóri ameríska Vinnueftirlitsins segir að launastuldur sé stærsta vinnuverndarmál Bandaríkjamanna. Því að með launastundið sé búið að taka burt möguleika fólks á lífi. Áhrif atvinnusjúkdóma, vinnuslys og örorku. Við erum ekki að bera virðingu fyrir því í íslensku samfélagi með fullnægjandi hætti. Vinnuveitendur að ríkisstjórnin ábyrgð að senda reikning tjóns af þeirra völdum á samfélagið. Þeir tækla ekki tjónið. Við sjáum þetta alveg eins og Bandaríkjamenn sjá þetta. Almenna heilsuhættir í samfélaginu, í samhengi vinnustæðar. Við erum ekki mjög duglegir í þessu. Þetta hin einfalda hætta. Hvað gerum við starfsmann sem með flensu? Auðvitað eigum við að senda hann heim. Hann á ekki að vera á vinnustæðnum og smita okkur hinn. Það viðþorf að vinnuvernd og öryggi við vinnum sér hluta hlunnundu vinnustæðarnir sem megi semjum.
Þetta alveg ótrúlegt. Við semjum ekki vinnuvernd. Vinnuvernd grundvallar mannréttindi. Grundvallar mannréttindi ekki samningsatriði. Þetta bara, svona þetta. Og við verðum að vinna þeirri stöð. Og það afar mikilvægt að fá þessa meldingu. Mannréttindi eru sjálfsögð og ef við hættum að umgangast þau á annan hátt en sjálfsögð, þá missum við fótana. Og ég held að þessi grundvallar atriði fyrir okkur öll sem hefum áhuga á vinnuvernd að segja við getum ekki samið við vinnuvernd, við verðum að tryggja vinnuvernd og þetta grundvallar atriði sem má ekki víkja frá. Við eigum öll rétt á því að koma heil heim úr vinnunni, njóta velliðunar og velumögunar og bættara kjara fyrir okkur sjálf og samfélag öðruvísi náum við ekki árangri í vinnuvernd. Takk fyrir mig. Kristinn, ykkur spurningar? Ykkur með velvalda? Þarna? Já, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir erindið og Gerum við aðeins? Er mikrofón það? Nei. Ég skal endur taka spurningu. Ég heiti Georg Páll Búnason, þingmaður Alþýðustéttafélags. Langaði fyrst að taka rátt fyrir mjög áhugavert erindi og ótrúlega hvað þetta gat verið á réttu nótum með þetta alvarlegt áræfni. En það tvennt sem mér langaði að nefna eða spyrja út í. Það annars vegar varðandi eineltismálin það þannig að eineltismál eru auðvitað mjög alvarleg en það þurfa að einhvern veginn tilfinningi svo að þau þurfa að vera mjög áþreifanleg til þess að sé hægt að fara með þau í eitthvað ferli og þá ætla ég fyrst að spyrja bara, æskilegt að grunur einelti sé tilkynntur þó að verði ekki af því málaferli eða mál sem rekið alveg í botn vegna þess að það getur verið hluti af svona statistik að fá innsýn inn í það. Ég hef að minnst reynslu af því að það eru fjölmörg svona dæmi og þau endi einhvern veginn á því að þau fari ekki lengra einfallega vegna þess að fólk treystir sig ekki í þetta og endar yfirleitt á með því að starfsfólk skiptir vinnu og freista þess að hefja ferilinn á nýjum stað. Annað sem að mér langa nefna það varðandi þessi myglumál. Þau eru auðvitað að koma upp núna í auknum mæli og meira. Ykkur farvegur svona komin á þetta? Það eru auðvitað þarna sem að greinilega ber mjög mismunandi niður hjá fólki. Það kemur í ljós mygla á vinnustað og það er kannski 2 sem verða alveg óvinnufærir af 20 og svo koma kannski 2 nokkrum mánuðum seinna. Og þetta verður einhvern veginn þannig að hinir á staðnum hafa enga sérstaka skilning á þessu á meðan þetta gengur yfir fyrir að menn allt í einu búin að sjá að það bara orðin helmingur af vinnumannskapnum orðin óvinnufæri eða meira og minna frá. En þessi mál eðlilega þá getur maður ekki bara stoppað svoleiðis fyrirtæki en þarf væntanlega að setja svona sæmilega stífar kröfur að þessi farið í úrbætur til þess að ná tökum á þessu. En óvenju mikið af svona málum að koma upp núna eða höfum við kannski trassað þetta bara í gegnum árin að horfa á þetta sem vandamál? Varðandi eineltismálin, ég held að í sjálfum sér að með breyttri reglugerð eineltismál þá orðnar ákveðnar framfarir varðandi tilkynningu þeirra og hvernig maður á að skrá og hvernig maður á að hegða sér í því. Það ef maður hefur þá tilfinningunni að vinnuveitandinn sé ekki að uppfylla þær kröfur að þá á að tilkynna, maður á að fá aðstoð til þess hlutverk vinnueftirlitsins í rauninni að tryggja það að fólk sem finnst á því brotið í vinnuverndarmálum að það þá kalli eftir aðstoð. Ef það fær ekki þá aðstoð sem það þarf innan vinnustaðarins þá á að kalla eftir þeirri aðstoð. Þetta eru snúin mál, flókin mál en í sjálfum sér með mjög skýrum kröfum leið og vinnuveitandinn veit að þetta á borðinu þá ber honum að bregðast við og grípa til mjög sértækar úrræði til að gera það. Þannig já takk, það gott að fá þau tilkynnt. Það afar slæmt þegar þau eru komin í málaferlin því þá harmleikurinn og heilsutjónið orðið. Varðandi mygluna, ég skal halda 3 tíma erindi myglum til skemmtunar.
það mjög einfaldir hlutir, þurrt og hreint. Myglumálin eru ekkert ný. Það til ágætisgrein frá 1951 held ég mygluvandamál í Reykjavík, þar sem kvartað undan myglu í húsnæði, þannig að þetta ekkert nýtt vandamál. Myglan hlutinu sem kemur náttúrulega í ákveðnum bylgjum, fall af hvernig okkur gengur að sína eðlilegu viðhaldi. Myglan merkisberi rakaskemmda og við sem samfélag eigum náttúrulega ekki að þola það að eins og tölurinn sem við sjáum það hjá Vinnueftirlitinu, að það sé fyrst og fremst hinn opinberu aðilar sem eru leiðandi í því að sinna ekki lágmarksviðhaldi á vinnuumhverfinu. Það lágmarksviðhald á vinnuumhverfinu sem þarf að vera í lagi til þess að vinnustaðurinn haldist þurr og hreinn, og vinnustaður sem helst þurr og hreinn, hann myglar ekki mikið, vegna þess að raki nauðsynlegur fyrir myglu. Og ég held að við sem þetta svona merkisber hirðuleysi, skattfé mitt og okkar allra, að passa ekki upp á þessu mál. Ég held að þetta sé vaxandi meðvitund þetta í samfélaginu, og það í sjálfum sér ágætt. Við þurfum hins vegar að halda haus. Eðlið kvilla þó þannig að við erum misviðkvæm fyrir áreitum, hvort sem það að völdum rakaskemmda eða annars. Þannig að það mjög algengt að verði bara 1 eða 2 lasnir, en það hins vegar mjög margir aðrir sem finna fyrir óþægindum. Ég kom inn í opinbera stofnun núna fyrir 2 vikum síðar. Þetta 65 manna stofnun. Það 1 af þeim sem ég veit lasinn, en þetta náttúrulega illa lyktandi hús og það kvartallandur undan fílinu þar. Og hún ekki af málefnunum sem þeir glíma við heldur af húsnæðinu. Takk fyrir. Eru fleiri spurningar? Já. Oddrún Lilja heiti ég og vinnuverndarsérfræðingur hjá Coca-Cola á Íslandi. Ég velti fyrir mér eins og með ófælarðu erlendu starfsmennina, hvort það geti verið að við séum bara ekki að upplýsa þá nægilega vel réttindi sín og kannski veitum þeim ekki mikinn aðgang að fræðslu eins og lyftarréttindum og annað, af því að þeir tala ekki íslensku og hafa ekki möguleika á að kynna sér réttindi sín. Ég held að við verðum að passa upp á þessu upplýsingaskyldu okkar. Við verðum að ganga eftir því að fólk sem kemur til Íslands viti það að það alltaf sjálfsagt að kvarta undan vinnuverndarmálum. Það alltaf sjálfsagt og það grundvallaratriði í vinnuverndarstefnu á Íslandi, svona allavega í orðukveðinu, að kvarta undan slíku. Og þetta eru erlendir starfsmenn án efa margir smeykirfum vegna þess að þeir búa í samfélagum með ótrúlegu atvinnuleysi. Við sjáum það kannski að 20%, 25% af Litáum og Lettum hefur flutt úr landi. Það hefur snarfækkað íbúum í þessu löndum. Þeir eru allir flúnir þaðan vegna atvinnuleysis. Og þessir einstaklingar, þeir eru flúnir og við betri kjara og þeir koma til okkar og það er ömurlegt að veita þessu fólki ekkert með heilsutjón. Það algjörlega óþolandi. Við verðum náttúrulega að tryggja þessu fólki grundvallar mannréttindi, þar með talið í því felst grundvallar upplýsing, fræðsla hvað það rétt eiga, hvaða skyldu þeir hafa, hvernig á að bregðast við. Já, við þurfum að fræða það meira. Já, ég veit að það náttúrulega ákveðin ábyrgð vinnuveitenda þessa upplýsingaþjónustu, en Vinnueftirlitið, hvernig hafa þeir komið þessu? Og verkalýðsfélögin. Ég skal ekki svara fyrir verkalýðsfélögin, það aðrir klárlega betur til þess að við höfum haldið námskeið fyrir erlenda starfsmenn. Við höfum haldið námskeið sem eru á pólsku, eru á framandi tungumálum. Við höfum reynt að gefa út bæklinga á framandi tungumálum. Þetta að hafa skemmtilegt, maður les bæklinga sem eru gefnir út og maður veit ekki, þekkir ekki einu stafinn á bæklingum. Þannig að við höfum reynt að gera þetta. Þetta í raun og veru miðað við umfang á fjölda erlenda starfsmanna og lítið. Það bara þannig, en við höfum reynt þetta og það eru merki þetta á heimasíðu okkar, merki þetta í fræðsluefni okkar og á námskeiðum okkar, þá höfum við reynt þetta. En þetta umfangið því miður og lítið miðað við stærra verkefnisins.
Já, þakka fyrir Kristín. Bara ein hugmynd sem fættist út af þessar spurningu. Verkalýðshreyfingin, allavega Alþýðusambandið, hefur ekki mikið verið að sinna upplýsingum til erlendra starfsmanna varðandi vinnuverndarmálin. Við höfum meira verið að taka svona þessi hardcore kjaramál, laun og önnur starfsréttindi því tengt. Ég veit ekki ef þið hafi farið í bónus að þá til dæmis eru upplýsingabæklingar á ensku og pólsku svona APC í vinnurétti sem að þar eru og það er eftirlitsfulltrúar út all land sem að eru í því að heimsækja vinnustaði til þess að miðla upplýsingum og reyna að tryggja hlutirnir sér í lagi. Hugmyndin er þessi. Vinnueftirlitið er náttúrulega sá aðili sem hefur sérþekkingu á þessu sviði, ætti þar að leiðandi að geta útbúið efni sem að hentaði sérstaklega þessum hópi. Við höfum þá okkar eftirlitsfulltrúa og okkar dreifikerfi og stéttarfélög til þess að koma því efni á framfæri. Þannig að ég held að þetta sé bara spurningu svona ákveðið samstarfsverkefni þessar að tveggja aðila. Takk. Takk Halldór. Einhverja fleiri spurningar? En svo ef það bara vakna þá getum við lagt vonandi verður ekki hérna áfram. Já. Er það ekki? Takk fyrir Kristín. Takk.